Og áfram höldum við föstudagsþáttinn á N4 og nú höfum við fengið til okkar góða gesti frá Akureyrarstofu. Það eru Almar Alfreðsson og Sigríður Örvarsdóttir. Velkomin. Takk fyrir. Það svo margt að vera og maður þarf að hafa sig allan við til að fylgjast með öllu en þið ætlaði að hjálpa okkur að allavega átta okkur á því hvað að gerast hérna helgina. Er það ekki? Jú, það passar. Það verður alveg hellingur að vera. Bara strax á morgun, þá verður Ari Orra og hljómsveit í garðinum Davíðshúsi. Já, með tónleika? Með tónleika. Þeir lofa hörkufjöri. Já, ókeypis inn eða? Það er ókeypis inn, já. Þannig að það er að gera að drífa sig. Ókeypis út í garð. Já, út í garð, já, akkurat. Síðan er skal ég segja, listasmiðja í Deiglunni. Já. Sem hún Ninna Þórarinsdóttir er með. Fyrir hverja er hún? Það er fyrir börn og fullorðna. Já. Það er reyndar held ég að sé alveg að verða maður þarf að skrá sig. Já, það er skráning þar. Og við erum að tala um listasumar á Akureyri, ekki satt? Já. Og allar upplýsingar þetta er að finna einhvers staðar á einhverju góðri síðu. Við erum búin að uppfæra síðuna okkar alveg, þannig að núna ef þú ferð inn á listasumar.is þá sérðu mjög vel allt sem er að gerast. Þar getur maður skrá sig í það sem þarf að skrá sig í. Já, og síðan linkar þetta allt saman yfir á Facebook og það er þetta merkja sig og áminningar og annað, þannig að þetta er... Þú komið oft áður til mín, Almar, við þekkjum þig. Mjög. Sigríður, þú ert nýflutt heim aftur, ekki satt? Jú. Velkomin heim. Takk fyrir það. Og þá varstu bara sjanghægð í þetta starf. Já, ég bara sótt þetta starf og fekk þetta starf. Sem er svona verkefnastjóri fyrir þetta verkefnastjóri sumarhátíða. Sumarhátíða. Og ef við tæpum aðeins á, hvaða hátíðar eru það? Það er Jónsmessuleikarnir, það er Jónsmessuhátíðin og listasumar og svo Akureyrarvaka. Já, og Jónsmessuhátíð vantilega afstæðin. Hún er afstæðin. Fór hún vel fram? Hún fór afar vel fram. Já. En það var náttúrulega kannski COVID var eitthvað meira að hafa áhrif á það eða? Jú, náttúrulega það mega bara vera viðburður til klukkan 11, þannig hún var ekki í sólarhring eins og hún er vanalega. Nei. En það var líka kannski gott fyrir okkur, þá gott við kannski sofið aðeins. Það fengu aðeins að fara heim að lúlla. Smá svefn, en það var allt í lagi. En það gekk rosa vel og við vorum alveg með 26 viðburði, ef ég man rétt, á þessum stutta tíma, frá 12:30 til þá 11 á laugardeginum og frá 8:30 og sunnudeginum fram að hádegi. Þannig að þið getið svona að tjekka að þetta er búið, Jónsmessuhátíðin er búið, svo er það bara allt listasumarið, það er bara viðburðir yfir allt sumarið. Já, hún hófst 3. júlí og endar svo 31. júlí og alveg, við vorum að telja saman bara í morgun síðast, þetta er að vera hátt í 100 viðburðir. Margir afstæðnir, þó að sé aðeins vika búin. Þannig að það er eitthvað að vera kannski hverjum degi. Það er mjög mikið að vera á hverjum degi, að sumadagar er fjöldi viðburða. Og það hefur verið að virkja öll söfnin, er það ekki? Öll söfnin virt. Við erum með fasta viðburði í samstarfi við meðal annars söfnin og ákveðna samstarfsaðila. Þannig á mánudögum til dæmis þá erum við með það sem kallum listadagar, ekki listadagar, safnadagar. Safnadagar, já. Þannig að bæði á Minjasafninu á Akureyri og Iðnaðarsafninu eru leiðsagnir. Og eins á miðvikudögum þá eru alltaf fasti viðburðir, sviðslistaviðburðir í listasafninu á Akureyri. Bæði tónleikar og sýningar. Þar eru líka leiðsagnir á 50 og fasta leiðsagnir líka í Minjasafninu. Og svona er þetta, það eru fasti viðburðir á 30. Og það sem til dæmis ég rak augun í Gerður Kristný var með upplestur í Davíðshúsi, er það partur af listasumri? Það er partur af listasumri. Mjög vel sóttu viðburður, einn af svona, best sóttu viðburðum hingað til, má segja. Og svo eru það ofta reyna svona, hvað segir maður ekki, finna pjóli, en koma manna óvart í maður þegar ég kom hérna fyrst norður, þegar fluttið tilbaka, þá var bíósýning í Slökkvilistöðinni. Erum við með eitthvað svona galir í sumar? Við erum í samstarfi við Kvikindi, Kvikmyndaklúbbinn og við ætlum að reyna að gera allavega 1-2 viðburði í sumar. Og koma manni svona óvart með sýningarstæði? Já, það er svona pælingin allavega. Þannig að það verður bara eitthvað spennandi að fylgjast með því. Og svo ætlum við kannski ekkert að fara að tala neitt mikið Akureyrarvökuna því að það er ennþá svolítið óvissa vegna COVID. Já, eins og staðan er núna, þá það eiginlega bara verður að koma í ljós. Þið náttúrulega bjuggust við því að nú er þið fjölgað upp í 2000 manns sem ætti að koma saman, en það verður eitthvað bið á því. Eins og staðan núna, þá er það ekki kannski alveg kortónu strax. Nei, hver veit? Maður veit ekki, en við erum náttúrulega aðeins að plana eins og við getum. Það verður alveg einhver Akureyrarvaka, einhverju mynd. Já,
kannski fleiri og smærri viðburðir einhvern veginn dreift Já, það er svona hugmyndin, Já. en þetta, eins og sé, það verður bara komið í ljós og að fylgjast spenntur með. En núna helgina segið þá má maður ekki missa af tónleikum í Davíðshúsi. Tónleikum í Davíðshúsi. Já. Síðan er á sunnudeginum, þá eru sumartónleikar í Akurkirkju sem er alltaf bara fastur viðburður og búin að vera í fjölda mörg ár. Og það er partur af listasöfnum líka. Það er á sunnudegum klukkan 5 í Akurkirkju. Ókeypis inn. Og alltaf ókeypis inn. Frjálsframlög. Þannig að maður vill eitthvað leggja til, þá er það svolítið Og má kannski koma þess að það er alltaf mikið af ungu upprennandi listafólki stíga þar svið, meðal annars. Já, núna á sunnudaginn eða bara alla jafna? Alla jafna. Já. Alla sunnudag í júlí, já. Og er þetta fólk hérna úr heimabyggð eða erum við að fá gesti annars staðar að? Er það bara allir Við erum að gangur á fá því? einhverja gesti, jú, en það er líka heimabyggð. Eru þið með eitthvað nöfn fyrir sunnudagstónleikann sem við höfum heyra? Þetta er söngleikja núna. Já. Þannig að það er þá Jóna, Björt og Ívar. Þau kíkja mig til okkar í lok þáttar, þannig að við heyrum meira af því kannski frá þeim. Gæti við. Og Marín og Mikael. Já. Það verður hörku björ. Það er mikið að vera. Já. Og aftur minnum við bara á síðuna, það sem hægt er að kíkja á allt. Já. Listasumar.is. Nýuppfærð og flott, þannig að það er hægt að sjá allt þar mjög auðvitað. Og eru þið þá alveg líka á tánum með spritbrúsana og allt svoleiðis? Já, í samstarfi við staðinn okkar, þá erum við, við reynum að eins og við getum. Fólk sér það. Við erum með þetta líka, eins og alltaf. En kæra þakkir fyrir komuna, Sigríður og Almar, og takk ykkur. Takk.